Hello. Is it? It's on. Okay, thank you. Good morning and happy Sabbath to all of you. Góðan dag og hjertelig velkomin og gleðilega hvíladag. It is my pleasure to welcome all of you, brothers and sisters, Það gott að bjóða ykkur all velkomin og það mér forréttindi að fá að bjóða ykkur velkomin, kæru bræður og systur, in our worship today. á tilbeiðslun okkar í dag. May we feel the love of Jesus as we worship together. Við erum finna kærleika Jesú þegar við tilbeiðjum saman. Okay. Let us reflect on this day and give thanks to the Lord our God. Við skulum íhuga þessum degi og gefa Guði dýrðina. Okay. Before we go further, I have some announcement here. Nokkrar auglýsingar áður en við höldum áfram. First, the thrift store is open every Tuesdays and Thursdays Það búðin okkar opin hérna á þriðjudögum og fimmtudögum. at 2 o'clock to 6 o'clock in the afternoon. 2 til 6. And then prayer meeting every Tuesdays at 12 o'clock noon. Bænasund á hverjum þriðjudegi kl. 12. And the church is also inviting every one of us to attend the soup kitchen every Tuesday at 6 o'clock. Öllum boðið í súpustofuna, súpueldhúsið á þriðjudögum kl. 6. Okay, our church service is good and wonderful if we will start it by singing "This is Our Father's World," found in hymn number 67. Við munum hefja stundina með því að syngja salminn nr. 67. Þetta vorn heim á Herran Guð. Let us all sing together. Skulum syngja saman. Pray. Our great God, Heavenly Father, Himneski Faðir, we praise thee and honor thee, O Lord, við lofum þig, Drottinn, for this wonderful Sabbath day that you've given unto us. fyrir þennan undursamlega hvíldadag sem þú gefur okkur. Thank you, Lord, for taking care of us during the past 6 days Drottinn, þakka þér fyrir að hafa verndað okkur á undangengni viku and bringing us this holy Sabbath day in your beautiful church. og að við fáum að koma saman hér á þessum undurfæra hvíldadegi í kirkjunni okkar. As we worship you today, Þegar við nú tilbyrjum þig í dag, please cleanse our hearts and minds, O Lord. þá vilt þú hafa áhrif á hjörtu okkar og huga. Forgive us, O Lord, Viltu fyrirgefa okkur, that we may be worthy to worship you today. þannig að við mættum vera verð þess að tilbyrja þig í dag. Help us to focus, Hjálpa okkur að einbeita okkur, learning
beautiful words about you. að læra og nema undurfögur orð og hugsanir þig. Bless our worship for today. Og blessaðu tilbeiðslu okkar í dag Bless our speaker. og ræðumanninn And bless each one of us, og blessaðu eitt og sérkvætt okkar. that we may be Right. blessed with the message that we will be learning today. Að við fáum þann boðskap drottin sem okkur mun hlotnast hér í dag. Thank you so much, Lord, Drottin, við þökkum þér for all the wonderful things that you are doing in our life. fyrir alltaf undursamlega þú gerir í lífum okkar. Thank you for hearing and answering our prayers. Þakka fyrir að svara bænum okkar. In Christ's name I pray. Í Jesú nafni biðjum við. Amen. Amen. Okay. To continue, for our church offering, okay, Það eru gjafir sem við tökum upp. and it will be flash in the screen after the church service where you will gonna put your tithes and offerings. Og það kemur fram alveg í lok guðsþjónustunnar á skjánum hvar við getum gefið okkar gjafir. For today, we are going to study Ephesians 6, verse 1 to 3. Og við ætlum að lesa í Efesusbréfinu, 7. kafla, fyrstu 3 versin. I'm going to read in New King James Version. For the English, it says here in this passage, in verse 6, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth." Það stendur í Efesusbréfinu 6, 1-3. Þér börn, hlýðið foreldrum yðar vegna drottins, því að það er rétt. Heiðra föður þinn og móður, það er hið fyrsta boðorð með fyrirheiti, til þess að þér vegni vel og þú verðir langlífur á jörðinni. Okay, may we be blessed with this passage. And before we go on, let us sing our opening song entitled "Great is Thy Faithfulness." Við þakkum fyrir þennan fallega boðskap hér og svo munum við syngja nú upp af sálminn. Það er sálminn númer 70. Sure. 70. Great
Good morning and happy Sabbath to all. Can I say Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag til ykkar allra. We'd like to welcome you once again to our Sabbath service. Langar til þess að Sorry, can I stand? bjóða ykkur aftur velkomin á guðsþjónustuna okkar í dag. Today morning we will talk about. Who remember what is the occasion for tomorrow? Hvaða sérstakur dagur á morgun? So, the title of our message this morning is Honoring Our Mothers and Mothers of Faith. Og það efnið okkar í dag, það að virða mæður okkar og líka mæður trúar okkar. So, I can see a few mothers here. And hopefully there are mothers online watching us. Það margir að skoða líka á, það ekki margir í kirkjunni í dag en kannski fleiri sem að hlusta. Our text was read and let us repeat it again. Textin sem við lesum hann aftur hér í Efesubréfinu. It is found in the book of Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Og það Efesubréfið 6, 1-3 og þú lest. Okay, let me read this. Let me read it first here. So it says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on earth." Þér börn, hlýðið foreldrum yðar vegna drottins, því að það rétt. Heiðra föður þinn og móður, það hið fyrsta boðorð með fyrirheiti, til þess að þér vegni vel og þú verðir langlífur á jörðinni. What a wonderful promise. Það stórkostlegt fyrirheit. Let's bow down our heads for Við skulum prayer. biðja saman. Heavenly Father, Himneski Faðir, thank you for this wonderful Sabbath day that you have given us. þakkum fyrir þennan undursamlega hvíldardag sem við njótum. We come before you today with grateful hearts, Við komum fram fyrir þig með þakklæti í hjörtum okkar, giving thanks for the gift of mothers, að þakk fyrir þessa gjöf sem við eigum í mæðrum, as we worship. að við tilbyggjum. We honor not only the mothers of our lives, Við erum ekki bara að heiðra mæður lífs okkar, but also your love that shines through them. en líka í kærleikann sem skín gegnum starf þeirra. We ask for your presence today. Við byggjum nærveru þína hér í dag Bless this time as we reflect on the beauty of mother's heart. og drottin það að við sjáum þá endurspeglun kærleika sem við finnum í hjörtum mæðra. And how it reflects your own. Og þannig að það geti verið til blessunar öðrum. In Jesus' name we pray. Í Jesú nafni byggjum við. Amen. Amen. So let me remind again that every second Sunday of month of May is the celebration of Mother's Day. Við bara minna ykkur á það að hverjum sunnudegi, öðrum sunnudegi í maí, það mæðradagur. So tomorrow is the day of our mothers. Svo á morgun mæðradagur. So tomorrow they will be very special. We should let them feel more special. Svo á morgun þurfum við að láta þær finna fyrir því að þetta sé sérstakur dagur. And so today, we thank God for the motherhood and the roles of mothers in our lives. Svo í dag munum þá þakka drottni fyrir þessa sérstaka hlutverk sem mæður hafa í líf okkar. And to our moms for the role they played as instruments of God's love. Og þær starfa sem bara í verkfæri kærleika Guðs í líf okkar.
Because in many ways, there is a mother's love that is the only one that most God-like love that we will ever see. Því að kærleikur móðurinnar oft það sem nálgast mest kærleika Guðs í líf okkar. So it's the closest. The love of the mother is the closest description of how God loves us. Svo að mæðra kærleikur eiginlega lýsing, svo sem kemst næst því að vera lýsing á kærleika Guðs í líf okkar. So it's the most God-like loves we'll ever experience. Og það kærleikur, guðlegur kærleikur sem við upplifum mest í líf okkar. Now let us see what is the meaning of mother. What's the definition of mother? Og hver lýsingin á mæðrum? Við skoðum það hér aðeins. According to Wikipedia, a mother is a female parent of a child. Og samkvæmt Wikipedia þá móðurinn kvenlegur foreldri barns. A woman may be considered a mother by virtue of giving birth. Og kona verður móðir með því að eignast barn. Or by raising a child who may or may not be her biological offspring. Eða að ala upp barn sem kannski ekki líffræðilegt barn hennar samt. Or by supplying her ovum to a fertilization or in a case of gestational surrogacy. Like, for example, I want somebody to bear a child for me. I have to give my offspring to let somebody do the pregnancy for me. Já, eða þá þeir vil svona surrogate motherhood með því að ykkur ber barn fyrir annan. So all of us can be a mother. Svo öll okkar getum verið móðir í raun þess vegna. Okay, so I've been dreaming of being a mom too. Mér dreymir það að verða móðir eitt mann líka. Okay. So let us spell mothers. Og svo skulum stafa þetta orð, móðir. Mother is M-O-T-H-E-R. Og móðir á ensku M-O-T-H-E-R. How do we spell that? Hvernig getum við stafa það? I spell it as M for the million things she gave me. Milljónir hluta sem hún hefur gefið mér. O means I can see that she's growing old. As I grow, she grows old also. Og þá það að hún eldist, hún verður eldri líka. T is for the tears that she Og téð þarna í þessu stöfun þarna þau tár sem hún hefur látið renna mín vegna. H is for the heart of purest gold. Og H þá hjarta sem gullið hjarta hennar. E is for the eyes with love light shining. Og E þá þessi augu ljós birtu kærleika sem hún lætur skína fyrir mig. R is right and right shall always be. Og R þá réttlæti og það að hún hefur á réttu að standa og hún hefur alltaf á réttu að standa, móðurinn. If you put them together, it will be spelled mothers. Og ef þú hefur þetta sérstaklega á ensku, svolítið erfitt að snúa því alveg á íslensku, að þá stafar orðið móður. So if we can see, there's a lot of, not much mothers here. Við sjáum ekki mjög margar mæður hérna í dag. I don't know if it comes from moms in traditional family. Ég veit ekki hvort að það kemur frá mæðurum í svona hefðbundinni fjölskyldu. Or being a mom in a special circumstances. Eða móðir í sérsleikum kringumstæðum. Single moms. Mæður sem einstæðar mæður. Stepmoms.
stepmoms, eða já, sem fósturmæður, or step-in moms. Like eða you just stand as a mom. mæður sem ganga inn í hlutverkið. We honor them. Við, You við, deserve, you deserve our honor today. við viljum heiðra þessa mæður og ykkur sem mæður á allan hátt. The Bible tells us to honor our mother. Og Biblían hvetur okkur til þess að heiðra mæður og virða þær. Do you remember when we read, it was written that it's a commandment with promise. Við lásum í Efesubréfinu að þetta veri fyrsta boðorðið með fyrirheiti. And what was the promise? Og hvað var loforðið? So we will live long in this earth if we honor our mothers. Þannig að við munum vera langlíf á jörðinni ef við virðum mæðurnar. Isn't it wonderful? Það ekki frábært? Eve was our first mother. Eva var fyrsta móðir okkar. In Genesis 3 verses 20, Og í fyrstu Mósebók 3. kafla og 20. versi stendur, it says there that Adam called his wife's name Eve because he was the mother of all living. Ég vil lesa þetta bara hérna. Genesis 3:20. Og maðurinn nefndi konu sína Evu því að hún varð móðir allra sem lifa. Eve means living. Orðið Eva þýðir lifandi. So Eve is our first mother. Svo Eva fyrsta móðir okkar. But let me show you the history of Mother's Day. En við skulum skoða aðeins sögu mæðradagsins. The official Mother's Day began in US. Fyrsta mæðradagurinn var auðvitað stofnaður í Bandaríkjunum. So, and it was started by the daughter of Anne Marie Jarvis. Og Anne Marie Jarvis, þá dóttir hennar, Anna Jarvis, var svo sem stofnaði þetta. Anna wanted the date as a celebration of how much mothers sacrifice their children. Og þetta var gert til þess að virða og halda upp á það hvað mikil fórn mæður gefa eða fórn fyrir börnin sín. So she put an effort in creating Mother's Day as a tradition after her mother's death. Og hún reyndi að gera þetta af sérstakri hefð, Jarvis, vegna þegar móðir hennar lést, að heiðra mæður. Yeah, it was on 1905. Og þetta var í 1905 sem þetta var stofnað. So that's how we celebrate Mother's Day every second Sunday of May. Og þess vegna höldum við mæðradag og það alltaf annar sunnudagur í maí. So let me show you a job description of a mother which I found in the internet. Og svo ætla ég að reyna að setja fram hérna svona starfslýsingu fyrir mæður. But I don't know if all mothers will agree this. Ég veit ekki hvort að alla mæður geta sett sig inn í þetta. And I don't know who would want to apply being a mother of this job Og description. ég veit ekki hvaða mæður myndu vilja virkilega taka á sig þetta starf ef þið skoða þessa starfslýsingu. Let's go to the first one. Við fara númer 1. First job description is, this is a permanent job. Og það númer 1. Þetta starf sem fyrir lífið. So when you become a mother, it's a permanent job. Svo ef þú verður móðir, þá það eitthvað starf sem alla ævi. Isn't it scary? Or Það ekki svolítið hræðilegt? what's our feeling about it? I don't know because I'm not yet a mom. Ég veit ekki, ég ekki ennþá móðir, svo get ég kannski sett mig inn í þetta. The second one is successful applicant must be prepared to work hard. Og númer 2 að sá sem sækir þetta starf vera tilbúin til að vinna mikið og mikla erfiðisvinnu. Third is the workplace is often challenging and chaotic environment. Is this true? Og númer 3, starfsvettvangurinn oft mjög erfiður, þetta getur verið erfiður og líka gefið áskorandi, en getur líka verið ruglingskendur og
So, fourth one, applicant must possess excellent communication and organizational skills. Og svo að sá sem sækir þetta starf, nummer 4, hann þarf að geta tjáð sig, hafa samskiptahæfileika og geta líka skipulagt mjög vel. And must be willing to work variable hours. Og Should be working in like variable hours and different hours. já, og Number 4. violent. Já, Variable, like different hours. já ok, Like já, different já. schedule of Hann hours. getur unnið á bara hvenær sem dags. Like non-fixed hours. You should be willing and ready to work 24 hours, any time of the day. Og jafnvel ekki unnið bara sólarhringinn, 24 stundir á dag. Yeah, in the evenings and weekends. Kvöldin, á hvenær sem dags, þá þarf þessi manneskja vera til í að vinna. And even on calls, like even when you're sleeping, you have to wake up if you are Jafnvel needed. miðja nætur þarf vera tilbúin að vakna upp og taka til hendinni. And you have to work during holidays, birthdays, and all the occasions. Og á frídögum og bara hvenær sem og það alltaf, þú ert alltaf til reiðu. That means there's no day off. Svo þess vegna það þýðir það að það engin frídagar. So that's one of the job description Og of the mother. þannig þessu starfslýsingin. Next is attitude and demeanor. Og næst viðhorf og hegðunarmynstur. Mother should always hope for the best, but be prepared for the worst. Og mæður þurfti alltaf að vona það besta en alltaf vera undirbúin til það versta. Can you relate, mothers? And next, responsibilities includes also floor maintenance, laundering, janitorial work throughout the place of employment. Og það sem farið fram á hér líka alls konar verkefni, þvottur og þrif og líka húsvarsla og hvað sem við gjörum svo vel. So it's very difficult, right? Isn't it like mother should do the janitorial work of cleaning the house, laundering, Já. and like Assistant, það everything. allt mögulegt sem fellur til sem móðurinn þarf að sinna. And the last is the tenureship. Og svo síðasta, það starfstímabilið. That means it's for the rest of our lives. Það þýðir, það ævilangt starfstímabil. So, do you agree with this job description, mothers? Þið sammála þessu konur, að þessa starfslýsingu? So, today we want to honor our mothers. Svo í dag þá viljum við heiðra mæður okkar. We honor them because they give us life. Fyrir það fyrsta vegna þess að þau gefa okkur líf. And often we forget it. Og oft gleymum við þessu. She was the one who brought us in this world. Hún sú sem kom með okkur inn í þennan heim. She carried us for 9 months in her tummy. Og hún bar okkur undir belti í 9 mánuði. She went through the pain of childbirth to bring us to this world. Og hún kom okkur inn í þennan heim með sársauka fæðingarinnar. And there's a certain amount of suffering in carrying a child. Like it's difficult and there's pain. All the mothers can relate that it's difficult and painful to have being pregnant for 9 months. Það mikill sársauki og erfiðleika sem því fylgjandi að bera barn. So we should give honor to our mother for giving us life. Svo ættum að heiðra mæður okkar fyrir það að hafa gefið okkur lífið. Next is we honor our mother because she gave us love. Og nummer 2, við heiðrum mæður okkar því að þeir hafa gefið okkur ást. She was the first who loved us. Hún var svo fyrsta sem elskaði okkur. When she looked into those little baby in their eyes, she fell in love upon seeing Svo us. hún fyrst þegar hún sá og
sá barnið, þá varð hún ástfangin af þessu barni. Her love never wanes. Og ást hennar, henn dvínaði aldrei. She loved us even we are unlovely. Og hún elskar okkur þó að við séum kannski ekkit vel að elsku verð. Do you agree with me? Eru þið sammála þessu? Even we have dirty face, Jafnvel þó að andliti sé ekki alltaf hreint. we broken dishes, Eða brutum eitthvað og bramluðum. we ruin clothes, Við eyðilögðum fötin. even sometimes we don't obey them. Og jafnvel þó að við hlýðum þeim ekki alltaf. She loved us Hún elskar óendanlega samt. no matter what we did. Og þannig er ást móðurinnar. She loved us unconditionally. Hún elskar okkur algjörlega skilyrðislaust. In loving us, she taught us how to love also. Og með því að elska okkur þá kenndi hún okkur að elska aðra. We honor our mother because she is loving us. Og við virðum mæður og heiðrum þær vegna þess að þær elska okkur. Number 3 is we honor her for giving us life lessons. Og nummer 3, við heiðrum mæður vegna þess að þær kema okkur leksjur fyrir lífið. Remember that our mother is our first teacher. Við vitum að móðurinn er fyrsti kennarinn okkar. I forget, that's one of the job description also. Og ég glemdi í þetta eina starfslýsingunum líka. Yeah, so you have to be a teacher also when you're a mom. Svo að ef þú ætlar að komast í þetta starf þá er þetta líka bara kennari. So she taught us how to tie our shoes. Hún kendi okkur að reima skóna okkar. She taught us how to count 1 to 10. Kendi okkur að telja upp á 10. She taught us how to write and read. Og kendi okkur að skrifa og lesa. And she even taught us how to speak our first word. Og jafnvel fyrstu orðin sem við mótum í munni okkar komu frá móður. Do you remember when you tell your child, say mama, papa? Munið því þegar þið fengu krakkan til að segja, börnin til að segja mamma eða pappi. And the mother also teaches the child how to sing. Og móðurinn kennir líka barninu að syngja. And she taught us about the Lord and His word. Og kendi okkur drottinn og orð hans. She taught us how to take care of ourselves. Og hún kendi okkur hvernig við ættum að umgangast okkur sjálf. We honor her for giving us life lessons. Og við heiðrum mæður vegna þess að hún hefur gefið okkur leksjur fyrir lífið. Next is we honor her for giving us liberty. Og 4, við heiðrum hana vegna þess að hún hefur gefið okkur frelsi. What does it there came a day when she let us go. Og það sá dagur þegar hún gefur okkur frelsi til að fara sjálf. Our first day of school. Fyrsti dagur skóla. First time we spend our night to our friend's house. Eða fyrsti dagur þar sem við förum og gistum einhverstaðar hjá vini. The last time we left our home. Eða síðasta skipti sem bara yfirgefum heimilið. We left our home to go to college. Þetta fara í skóla, háskóla. To live in another city. Eða fara að búa einhverstaðar í annarri borg. And marry and move away. Eða að giftast og flytja bara búferlum. So we honor her for giving us liberty. Og við heiðrum hana vegna þess hún gefur okkur frelsi. Next is we honor her for giving us legacy. Og nummer 5 að hún gefur okkur hefðir. What do we mean by legacy? Hvað eigum við með hefðum? Legacy is like being something handed down. Hefðir eitthvað sem við höfum fengið, sem hefur verið gefið okkur frá öðrum. Our mother taught us what her mother taught her. Og mamma okkar kendi okkur það sem mamma hennar hefði kent henni. The stories of grandma and grandpa. Það sagan afa og ömmur. The stories of our clan.
Það sagan bara hópin okkar eða ættina okkar and the history of our family. og sagan fjölskyldun okkar. And we celebrate Mother's Day today. Og við erum að halda upp á þennan dag í dag. Let us also turn our attention to the remarkable woman in the Bible. Þá skulum við líka skoða sérstakar ímyndir í Biblíunni. These women who exemplify the virtues of motherhood. Það konur sem hafa virkilega sýnt gæði og styrkleika mæðra. These women face extraordinary challenges. Og þetta eru konur sem horfðist í augu við mjög mikla erfiðleika oft. And yet they stood in faith. En samt þær stóðust og voru trúfastar. Let us explore their stories. Skoðum þær sögur aðeins. And let us draw inspiration for our own lives. Fá upplýsingar frá þeim. Let me read. Okay, so Christian mothers are good mothers. Kristnar mæður eru góðar mæður. So let us go with the first one. Kíkjum á fyrsta nafnið. Right. This one is Sarah, the promised mother. Fyrsta Sara. Móðirin sem fékk loforð. We can find her story in the book of Genesis, chapter 21, verses 1 to 7. Við finnum þetta í fyrstu Mósebók 21. kafla 1-7. Við ætlum ekki að lesa. I will just summarize the story Ég ætla bara about að draga þetta saman í kvelli. So, do we know who Sarah is? Við þekkjum að Söru. Who was her son? Hver var sonur Söru? Isaac. Ísak, já. Okay. Sarah's story teaches us about God's faithfulness to his promise. Og þetta Sara sögan hennar talar trúfesti Guðs gagnvart eða í því að uppfylla loforð sín. Do we know how she had Isaac? Munum við hvernig hún eignaðist Ísak? She was an old age. She was in an old age when she had Isaac. Hún var orðin fjörgömul þegar hún eignaðist barnið. When she has doubt and at her old age, þegar hún hafði einhver efasemdir þarna í elli sinni. But Sarah became a mother through God's miraculous intervention. En Sara varð móðir bara fyrir kraftaverk sem Guð vann í lífi hennar. Her faith reminds us that God's timing is perfect. Og trú hennar minnir okkur á að tímabil Guðs fullkomið. And his promises are always fulfilled. Og loforð hans eru mun alltaf uppfyllast. Next we have Rebecca. Næsta Rebekka. A mother who prayed. Það móðir sem bað. Her stories can be found in the book of Genesis, chapter 25. Og þarna í fyrstu Mósebók 25. kafla 21. versi. And Rebecca faced the challenges of infertility. Og Rebekka átti líka erfitt með að eignast börn. And it's a common struggle until today. Og það var þetta erfiðleikar sem eru til staðar enn þann dag í dag. But what sets her apart is her fervent prayer. En það sem var sérstakt fyrir hana, það trúfest í bæn. She sought the Lord's guidance. Hún leitaði að leiðbeiningum Guðs. And she was blessed with twins. Og hún var blessuð með tvíburum sem hún fékk. Who are the twins? Og hverjir voru þessi tvíburar? Jacob and Esau. Jakob og Esau. Rebecca teaches us the power of persistent prayer in her own trials. Og hún kennir okkur Rebekka þetta mikilvægi þess að halda áfram að biðja í erfiðleikunum. Our third mother is Jochebed. Og þriðja Jochebed. Jochebed. Her story can be found in the book of Exodus, chapter 2, verses 1 to 10. Og við finnum þetta í upplýsingarnar í annarri Mósebók, 2. kafla, vers
1-10. We all know that Jochebed is the mother of Moses. Og við vitum öll að Jokkebed móðir Móse. Jochebed's story was one of the courage and sacrifice. Og það saga hennar saga hugrekki og fórn. She defied Pharaoh's order to save her son. Og hún fór gegn boðum Faró að gefa svon sinn. So we all know about the story of Moses, right? Og við þekkjum söguna Móse. She was placed in the basket in the Nile River. Og barnið komst þarna í körfu í Nílarfljótinu. But Jochebed's trust in God's providence En Jokkebed treysti vernd Guðs. And willingness when it is necessary. Og viljuleika til þess að hjálpa. It's a lesson of surrendering our loved ones in the hand of God. Og það leksja það að gefa eftir þá sem við elskum í vernd Guðs. Our next mother is Hannah. Og næsta móðirin Hanna. Hannah is the mother of Samuel, Móðir Samuels. Prophet Samuel. Her story can be found in 1 Samuel 1, chapters 1 and 2. Fyrsta Samuels bók 1 og fyrsti kapli og annar vers. Hannah's story highlights the pain of infertility. Og þarna líka vandamál með að eignast barn. And her depth of longing to have a child. Og þessi dýpt lönguna hennar eignast barn. Her heartfelt prayer at the tabernacle led her to the birth of Samuel. Og svo að þessi bæn hennar hjálp leiddi til þess að hún svo eignaðist barn Samuel. So we are reminded and we know that Hannah longs to have a child and promise God that if you will give me a son. Og við sjáum það að Hanna þrábiður Guð að fá barn og hún segir ef ég eignast barn she will dedicate it to God's service. Þá mun hún gefa það barn til þjónustu fyrir Guð. So Hannah reminds us that God hears our deepest desire and responds to our sincere prayer. Og saga hennar minnir okkur það að Guð hann svarar þessum dýpustu óskum okkar og líka að hann hjálpar okkur við þjónustuna fyrir hann. Next is Mary. Númer 5 það María. The mother of Jesus. Móðir Jesú. Mary's story is the most remarkable of all. Og þetta eiginlega mest sérstaka saga yfir höfuð. Why? Hvers vegna? Because she was chosen to bear the Savior of the world. Því að hún var kosin, valin út til þess að eignast frelsara heimsins. It was Jesus Christ. Jesús Kristur. Her humility, obedience and unwavering faith og auðmýkt hennar og trúfesti og hlýðni og trú sem var svo stöðug trú. It serves as a model of all believers. Og það hún fyrirmynd allra trúaðra með þessu. Mary treasures the moment of motherhood in her heart. Og María hún hefur þessa þrá að vera móðir í sínu lífi. It reminds us to cherish moment in our lives. Og þetta minnir okkur á þessi dýrmætu tímabili lífi okkar. The next is Elizabeth, the mother of joy. Og næsta Elisabeth, móðir gleði. Who is Elizabeth? Hver Elisabeth? Elizabeth is the mother of John the Baptist. Og hún móðir Jóhannesar skírara.
She experienced the joy of God's intervention in her life. Og hún upplifði það að Guð grípur inn í líf hennar. Her story teaches us that God brings joy and fulfillment even in unexpected seasons. Og það minnir okkur að Guð gefur gleði og fögnuð og svar líka í kringumstæðum sem eru mjög sérstakar. And his plans often exceeded our expectations. Og áform Guðs þau ganga langt umfram okkar væntingar. The last one is Eunice, Og síðasta Evnike, mother of faithful influence. og það móðir sem trúfastra áhrifa. In the book of 2 Timothy chapter 1, verse 5, Öðru Tímóteusarbréfi, fyrsta kafla, 5. versi, we encounter Eunice. þá tölum við Evnike. Eunice is the mother of Hún Timothy. móðir hvers? Mother of Timothy. Tímóteusar. Her legacy is one of imparting genuine faith to her son. Og það var verkefni hennar að gefa áfram mikla trú, sanna trú sinni. Eunice teaches us about the profound impact of mother's influence. Og það Evnike talar þessi stórkostlu áhrif sem mæður hafa á líf barna sinna. Influence in sharing the spiritual lives of the next generation. Og það þessi áhrif að koma áfram trú til næstu kynslóðar. So as we celebrate Mother's Day, Og ef við nú þá höldum upp á mæðradaginn, let us remember and honor the mothers of our lives. þá skulum við heiðra mæður lífs okkar. Let us also draw inspiration from the faith and resilience of these biblical mothers. Og við skulum líka eignast bara þekkingu og upplifun hvatningu frá mæðrum þessa sem við höfum funnið hérna í Biblíunni. Let me just repeat their names: Sarah, Rebecca, Jacobed, Hannah, Mary, Elizabeth, and Eunice. Við vorum nöfn þeirra eru þetta Sara, Rebekka, Jokkebed, Hanna og María og Elisabeth og Evnike. Their stories reminds us Og saga þeirra minnir okkur á that in the midst of challenges and uncertainties, að í miðju erfiðleikum og áskorunum sem fólk upplifir, faith in God leads a remarkable blessings. að trúin á Guð leiði til alveg stórkostleira blessana. May we, like them, Mættum við eins og þær trust in God's faithfulness að treysta trúfesti Guðs. and pray with persistence. Pray with persistence, Og biðja með úthaldi knowing that God will be with us in every seasons of our og lives. vitandi það að Guð muni vilja vera með okkur í öllum kringumstæðum lífs okkar. Today, once again, we'd like to honor the mothers, Í dag viljum við enn á ný heiðra mæður, moms of traditional families, mæður sem eru í svona hefðbundnu sambandi, hjónabandi, moms in a special circumstances, eða mæður í sérstökum kringumstæðum, single moms, eða mæður sem eru einstæða mæður, step-in moms, eða mæður sem eru í eiga fóstubarn, stepmoms, eða, hvað heitir það? stepmama. Stjúpmæður, já. Stepmama, okay. So, you deserve our honor today. Við þurfum að heiðra ykkur og viljum heiðra hverja og allar ykkur allar. Thank you for all the things that you have done for us. Hjartans þakkir fyrir allt það undursamlega sem þið hafið gert í lífi okkar. Let me just have something for our mothers. Okay, we want to honor them and have something special. I'm sorry. Thank you. Við viljum heiðra ykkur allar mæður með því sem þau hafa verið að gera.
koma pappadagar seinna, við skulum það í október. Yeah, and also those dads who are also being a mom. Before I forget, like sometimes there's a dad who is raising the child alone, who is also considered as mom. Stundum feður líka svolítið í hlutverki mæðra, eins og hún að segja, það kemur fyrir svo sannlega að feður öll upp börnin líka. So thank you very much for bringing us to this world once again, and we would like to honor you with all our hearts. Takk ennilega fyrir að hlusta og við viljum heiðra ykkur með öllu sem við höfum í hjörtum okkar. Let us bow down our head for prayer. Við skulum biðja saman. Thank you, Lord, for the gift of mothers. Þakkaði Drottinn fyrir gjöf mæðra And all those who show us mother's love. og alla sem gefa okkur og veita okkur kærleika mæðra. We pray for every mom today. Við biðjum Drottinn fyrir mæðradeginum Please bless them with your strength, peace, and joy. og með í blessun og friði og gleði. Help us to show them how much we love and appreciate them. Drottinn hjálpa okkur til að sýna þeim hve mikið við heiðrum þær og hve mikið þakklæti við berum til þeirra. May we always honor our mothers in our lives. Megum við alltaf heiðra mæður í lífi okkar And may we reflect your nurturing heart. og fyrir það að þá hjálp sem þær veiti í hjörtum okkar And draw us closer to you. að draga okkur nær þér. In Jesus' name we pray. Í Jesú nafni biðjum við. Amen. Amen. Praise the Lord. Lofum Drottinn. Thank you, Jen, for that beautiful and sweet sermon dedicated for all of us, Takk, mothers Jen, around the world. Fyrir fallega ræðu og fyrir allan þann kærleika sem þú hefur svona opnað fyrir okkur. I believe that everybody are blessed. Ég veit að við erum öll blessuð vegna þess sem hér hefur komið fram. Not only for us mothers, Ekki bara fyrir okkur mæður, but for all of you fathers also. líka fyrir ykkur pappana. Wait for your turn next month. Og það hérna Will be the ykkar dagur bráðum. Will be the Father's Day. Það kemur í október. Okay, to close our beautiful Sabbath worship, Til þess að ljúka hérna stundinni hér hjá okkur í dag, let us open our church hymnal on page 28. og þá ætlum við að skoða sálmabókin okkar. Það í sálmu 28. And let us all sing together, all creatures of our God and King. Og syngjum all þennan sálm, All Creatures of Our God and King, það líka á íslensku. Og ég held að við þurfum að byrja á að syngja bara fyrsta erindið, því að það er ekkert forspil. Creatures of our God and King.
Once again, I would like to say thank you to all of you for coming today. God is very happy today to see all of us worshiping Him. Það er undursamlegt að fá að vera með ykkur öll hér. Takk fyrir komuna. Drottinn er glaður að sjá ykkur öll. Thank you, Jen, Takk Jen fyrir for the frábæra beautiful ræðu, message. fyrir þinn góða boðskap And thank you also, Pastor Eric, for translating into Yeah. Icelandic. sem leiðis. And thank you, Dexter, for putting our service on live today. Og Dexter, takk fyrir að senda út hérna guðsjónustun okkar í dag. Okay. After our service, I would like to invite every one of you Og hér eftir guðsjónustuna þá ætla ég að bjóða ykkur öllum to have lunch with us in our kitchen. að koma og borða með okkur hér í salnum við hliðina á. Let us all stand, please. Drottinn blessi þig og varveri þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.